sæl aftur. Hún komin til mín Ragnheiður Kristjánsdóttir, dósent í sagnfræði við Háskóla Íslands og við ætlum að fara aðeins yfir sviptingar á vinstri væng stjórnmálanna. Velkomin Ragnheiður. Það er mikið að gerast bæði hér heima og alþjóðlega og sérstaklega í umræðunni og einnig bara í niðurstöðum kosninga á vinstri vængnum og þú hefur skoðað þetta svolítið í gegnum tíðina. Við hérna heima erum við að heyra hugtök eins og sósíalismi, öreigar og auðvald og verkalýður. Já, allavega fyrir mitt leyti hef ég ekki heyrt þetta mikið í gegnum ævina fyrir núna. En svo sem eitthvað sem var mikið í umræðunni á sínum tíma. Vinstri, ég veit að þú skoðar mikið sögu, alþjóðlegar vinstrihreyfingar. Segðu mér aðeins hvernig þetta snýr við þér í sögulegu samhengi. Já, ég held að sé ágætt þegar maður að hugsa stöðu vinstrihreyfingarinnar í samtímanum. Að rifja aðeins upp við hvaða aðstæður vinstrihreyfingin var til og hvaða markmið hún setti sér. Og vinstrihreyfingin verður til samfara lýðræðisþróun í Evrópu og annars staðar á Vesturlöndum á 19. öldinni. Og líka samfara iðnbyltingu og breyttum atvinnuháttum og búsetaháttum og svo framvegis. Og það verða til verkalýðsflokkar undir lok 19. aldar, sósíalískir flokkar sem að setja sér ýmiss konar markmið og þegar komið fram á 20. öldina þá var búið að stofna slíka flokka í flestum löndum, þar á meðal á Íslandi. Það stofnaður hérna Alþýðuflokkur sem er sósíaldemókratískur flokkur 1916 og síðan er stofnaður róttækari flokkur upp á 1930 og svo framvegis og svo er hérna löng saga af ýmsum flokkum og ýmsum útfærslum á vinstri vængnum. En það sem er að gerast þarna á millistríðsárunum að það verða til svona markmið sem að kannski tengjast svolítið því sem að sumir hafa áhyggjur af í samtímanum og þessi markmið eru þá fyrst og fremst það að berjast fyrir auðvitað hærra kaupi, aðgerðum gegn atvinnuleysi og svo líka fyrir því að skapa aðstæður fyrir þá sem að einhverjum ástæðum eiga erfitt með að fóta sig í samfélaginu og þá erum við að tala að byggja upp kerfi sem að tryggir það að áföll eins og sjúkdómar og veikindi og svo framvegis gerir það ekki að verkum að þú bara missir fótana í samfélaginu. Og það er sem sagt, það er þá barátta fyrir bætta húsnæðiskerfi, fyrir heilbrigðiskerfi, sjúkratryggingum og svo líka sem sagt jöfn aðgengi að menntun. Það er þetta félagslega jafnrétti í rauninni. Já. Ég velti fyrir mér af því að ég nefndi hérna í byrjun að við erum farin að heyra þessi hugtök aftur. Getur verið að þessi uppgangur sem við erum að sjá núna, þetta góðæri, gerir í rauninni við verða andstæður þegar eigna minni og eigna meiri skýrari í svona góðæri og er það þess vegna sem að svona umræða fer af stað heldur? Það er kannski hluta til skýring en það sem að spilar þetta mjög sterkt inn í og ég held að hljóta að vera svona áhrifamikill skýringaþáttur núna þegar við erum að skoða hvernig sem sagt að það er svona áhyggjur og óþol hjá ýmsum hópum yfir misskiptingu auðs í samfélaginu og það spilar þetta inn í hrunið og það vantraust sem að varð með því. Það sem að fólk sá fram á það, sem sagt, fólk sér fram á það í hruninu og í uppgjörun eftir hrunið að það brást ýmislegt. Stjórnvöld, þeir sem að fóru með fjármagnið, og í einkavæðingu og svo framvegis, sem að hafði áhrif til þess að það varð eignatilfærsla í samfélaginu og það varð meiri misskipting og svo framvegis. Þetta er sýn sem við höfðum kannski ekki fyrir hrun, því að í góðærinu fyrir hrun þá kannski vorum við ekki með þessa orðræðu ekki alveg á sama hátt. En í ljósi þess sem að við vitum að var fyrir hrun og átti sig þátt í hruninu, þá náttúrulega þá horfir fólk þetta öðrum augum heldur en áður. Og svo eru þetta líka þessi miklu húsnæðisvandi sem bætist ofan í. Já, og ég meina verkalýðsbaráttan á sínu tíma snerist náttúrulega einhverju leyti lausnir á sama vanda, húsnæðismálunum. Þannig að þetta er einhver sögulegur samhljómur í þessu. Það var sett á dagskrá alveg strax í upphafi þegar íslenskt verkafólk fór út á göturnar með kröfuspjöldi sín, þá var eitt af því sem að fólk var með á lofti var sem sagt krafa húsnæði sem að væri
viðunandi frá heilsufarslegum ástæðum, öruggt húsnæði, leiguhúsnæði og líka sem sagt eignahúsnæði fyrir þeir sem höfðu minni tekjur og það var sem sagt eitt af þessum höfuðbaráttumálum sem og hérna var byggt upp félagslegt húsnæðiskerfi sem síðan sem sagt svona raknaði upp í nokkrum áföngum upp úr 1980, 1990 og kannski endanlega árið 2000. Mér langar að fara aðeins í svona erlendan samanburð. Þetta ekkert umræða sem við sjáum bara hér. Kannski einhverju leyti þessi svona alþjóðahyggja og einhvern veginn svona það eru minni landamæri núorðið milli landa, sérstaklega í viðskiptum og slíkt og með því hafa ýmiss konar störf tapast og það einhvern veginn þetta hugtak verkalýður og starfsöryggi, þetta heyrist víða. Trump talaði mögulega ósamfærandi, hann talaði mikið um þetta í sínum kosningum, eitthvað leyti við að sjá þetta í Frakklandi og Englandi og víðar. Segð mér aðeins frá svona þínu sjónarhorn á þetta. Já, það sem sagt svona, það má kannski segja að alþjóðavæðingin hafi sett svona sósíaldemókratíska stefnu og hugsun í ákveðið uppnám að því leytinu til að sósíaldemókratískir flokkar og vinstri flokkar hafa tapað kjósendum til hægri popúlískra flokka. Já. Og það hafa sem sagt vaxið upp og hreyfingar og einstaklinga, ég veit ekki hvort við viljum kalla Trump og það sem honum fylgir hreyfingu eða flokka eða hvað það nú eiginlega. En það sem hefur gerst sem sagt að svona óöryggi sem fólk upplifir, bæði millistétt og líka þeir sem eru lægra settir, sem sagt að það vaxa upp hreyfingar sem að höfða til þessa óöryggis með því að halda því fram að það sem að vandanum veldur séu útlendingar, innflytjendur, jafnvel einhverjir sem sagt erlendir óvinir og svo eru þetta sem sagt ógnin af íslam og það allir sem spilar þarna inn í og þetta sjáum við sem sagt í kosningunni Brexit þar sem að millistétt, aldraðir sem sagt fólk með litla menntun kýs að stíga það skref að segja sig úr, að taka þátt í að stíga það skref að segja sig út úr Evrópusambandinu og kjósa sem sagt til forseta, hliðstæðurhópur kýs til forseta í Bandaríkjunum, mann sem sem sagt svona elur á þessu. Og þetta hlýtur að vera áhyggjuefni frá sjónarhóli vinstrihreyfingarinnar vegna þess að þarna sem sagt leið þá verið að snúa baki við þeim lausnum og þeim hefðum sem að felast í vinstri orðræðinu þegar kemur að því að hugsa hag þeirra sem að kannski upplifa sig sem sagt að þeir hafi ekki jafnastöðu í samfélaginu svo framvegis. Þannig að þessi orðræða félagslegt jafnrétti, hún einhvern veginn svolítið lent út á kanti. Já, og ég meina við sjáum þetta hérna, sko, Samfylkingin sem að undanfarin ár var stærsti svona jafnaðarmannaflokkurinn hér á landi, bara galt afhroð í síðustu kosningum og margir hafa nefnt einmitt að möguleg ástæða þessi svona veik tenging við verkalýðshreyfinguna sem á árum áður var mjög sterk milli hreyfingarinnar og síðan jafnaðarmannaflokka. Ertu sammála því? Já, það allavega, sem sagt, það eitthvað sem hefur gerst á vinstrivægnum sem gerir það verkum að, sem sagt, að hvorki verkalýðshreyfingin hefur þá stöðu sem hún áður hafði eða það traust sem hún áður hafði, né sem sagt þessi sósíaldemókratísku flokkar. Og það auðvitað mjög margar ástæður fyrir því og ef við horfum hérna heim þá þetta ein af ástæðunum fyrir því að sem sagt, illa hefur gengið hjá Samfylkingunni undanfarið bara svona ákveðnir einstakir atburðir sem að tengjast hruninu, sem til dæmis það að þá sá flokkur væri í ríkisstjórn og svo framvegis. En svo eru þetta stærri ferlar og alþjóðlegi ferlar sem að spila þar inn í. Þannig að já, sem sagt verkalýðshreyfingin og vinstriflokkarnir eru veikari alþjóðlega heldur en verið hefur og þar kemur þessi hnattræna þróun inn í líka. Já, en ég meina, eru þeir sem eru, sko, þeir sem hafa minnst og þeir sem eru, sko, svona lægri millistéttir, eru þeir auðsettari fyrir málflutningi, svona popúlískum málflutningi, ef svo má segja, eins og farið að gera vart fyrir sig víða og sums staðar hérna? Já, sem sagt, verður maður ekki að leyfa sig að halda því fram að aukin menntun, upplýst umræða og svo framvegis kannski dragi úr líkunum á því
málflutningur sem að kannski styðst ekki mjög vel við rök, að hann fái hljómgrunn. Þannig að, já, sem sagt að að því leytinu til held ég hljóta að taka undir það. Já, ég meina þetta náttúrulega hefur sýnt sig svolítið sýndi sig í Brexit til dæmis og einhverju leyti hjá Trump að svona það er kannski þeir sem að mest urðu undir sem að kusu með Brexit og kusu Trump og svo er ekkert víst að það sé neitt að fara að hjálpa þeim þessar niðurstöður. Nei, það er þetta það sem að fólk sem hefur svona verið að greina það hvernig var kosið í Brexit finnst svolítið raunalegt að sjá að fólk á þeim svæðum sem að kannski helst hefur notið góðs af því að Bretland var í Evrópusambandinu og þetta eru svæði þar sem er til dæmis ekki mikil samkeppni frá vinnuafli frá annar staðar frá Evrópu og þar sem að þar hefur það hefur kannski verið kreppa í atvinnugreinum að þar var mikill stuðningur við Brexit en það eru allar líkur til þess að Bretland fara úr Evrópusambandinu eftir að koma sér illa fyrir þennan hóp fólks vegna þess að þessi stuðningur er þá horfinn og ástæðan fyrir því að þetta fólk upplifði og hafði kannski slæm kjör var ekki það að Bretland var í Evrópusambandinu heldur þá miklu frekar það að það var gripið til niðurskurðar aðgerða bæði vegna svona nýfrjálshyggju áhersla og svo aftur þetta í fjármálakreppunni. Ein spurning í lokin, ég veit að það er ósakjætt að spyrja sagnfræðingum svona framtíðarspá. Alþjóðavæðingin veldur því einmitt að hefur valdið því hingað til að gömul svona verkastörf eru að hverfa og því er náttúrulega spáð að sú þróun muni halda áfram eiginlega bara með svolítið ógnvænlegum hætti. Hér munu eða bara alls þær heimur munu vinnumarkaðurinn breytast mjög mikið. Ég heldur að sé er ekki í rauninni þörf á allavega þessari umræðu með meiri hætti en verið hefur að huga að verkalýðnum og einmitt svona þeim sem að minna mega sín í þessum aðstæðum. Við þurfum allavega geri ráð fyrir og eða vinstra fólk sem er í stjórnmálum og vinstra megin það hlýtur að þurfa einhvern veginn að hugsa leiðir til þess að ávarpa það hvernig eigi að bregðast við misskiptingu þess að því ég held að það sé eitt af því sem er svona grundvallaratriðið í vinstri stefnunni og þó að atvinnulífið breytist og einmitt í tengslum við það að atvinnulífið er að breytast þá hefur allavega ef við tökum svolítið langan tíma frá 1980 og fram til samtímans, þá hefur misskiptingin aukist mjög mikið. Þannig að maður hefði haldið að fyrir flokkar sem að eru vilja tryggja félagslegt jafnrétti og líka lýðræðislegt jafnrétti og þetta hangir tvennt mjög vel saman. Eins og þetta var formúlera hjá vinstrimönnum að þá hlýtur að vera heilmikið verk að vinna og alls ekki þannig að grundvöllurinn sé horfinn undan því að reka vinstri hreyfingu. Ragnheiður, kærar þakki fyrir komuna. Hann gefið tíminn Gérard Lemarquis eftir örskamma stund og við ætlum að fara hans yfir frönsku forsetakosningarnar.